Komið sæl og blessuð, kæru ljón. Spilin ykkar komin á borðið. Við ætlum aðeins að kíkja á hvað er í gangi á ykkur. Og ég bara spara aðeins tíma með því að draga svona aðeins fyrir fram. Þá er ekkert annað að gera en að demba sig bara í þetta. Kæru ljón, það sem kemur hérna fyrst til mín með þessum spilum, það er ferðalag. Og þá er það spurningin, er það þú sem ert að fara að ferðast eða er einhver að koma til þín? Í einhverjum tilvikum myndi ég segja hvoru tveggja. Þú ert að huga að ferðalagi, annaðhvort í fasteigna hugleiðingum eða að fara að heimsækja einhvern. Og það er eins og sé ekki búið að taka ákvörðunina alveg ennþá, en það er svona verið að velta fyrir sér hlutunum. Og ef að þú ert í fasteigna hugleiðingu, því það kemur svo mikið peningaorka hérna upp, þá er ekki búið að taka þessa ákvörðun, en þá þarftu að lesa bara alla skilmála mjög vel og velta fyrir sér hvort að þetta sé það besta. Fyrir ykkur sem eru ekkert að spá í slíku, þá er hérna bara hreinlega verið að vega og meta á milli tveggja einstaklinga eða fleiri hvernig réttlætið fær að ríkja. Það er að segja að báðir aðilar fái jafnt. Þetta minnir mig pínlítið á stöðu sem að kemur upp eftir skilnaði eða í skilnuðum, þó að þetta þurfi alls ekkert að vera slíkt, enda ekkert annað hérna sem bendir til þess. Þetta gæti verið arfur sem er verið að skipta upp líka. Ef að svo er, þá vil ég bara segja að ég samryggist, kæra ljón. En þetta getur líka bara verið mikilvægar ákvarðanir sem er erfitt að taka einn. Og ákvarðanir varðandi ferðalag sem að ef til vill er langt og strangt, þá er kannski gott að svona viðra hlutina við einhvern sem að maður treystir. Partur af þessu ferðalagi fer fram nótt, þannig að það segir mér að þetta geti verið dálítið langar vegalengdir. Það er afskaplega sterk og góð orka með þessum spilum. Og það er eins og all þín plön og allar þínar vonir eigi eftir að verða veruleika, kæra ljón. Það er að koma skilaboð hérna inn til þín sem að færa þér jákvæðar, góðar fréttir. Bæði varðandi fjármál og annað í lífiðinu, og það er svona tilhlökkun hérna í þér varðandi eitthvað mál sem er búið að hvíla svolítið á þér, og þú verður afskaplega ánægt, kæra ljón, að fá að vita að það mun leysast farsællega. Í einhverjum tilvikum er þetta varðandi aðra manneskju, en í öðrum tilvikum er þetta varðandi fjármál. Eins og ég segi, fjármál koma mjög sterk hérna upp. Þegar að líður aðeins á, myndu þurfa að skoða aðeins stöðuna þína, varðandi fjármál líka. Þú ert með mjög traustan grunn til að byggja á, og þú hefur haldið vel utanum allt sem þú átt, og það hefur dugað þér til að skapa þér þessa góðu tilveru sem þú lifir í dag. Mátt alveg vera dálítið ánægð með þig, eða ánægt með þig, kæra ljón. Því að það er bara bókstaflega eins og allt sé að ganga upp í augnablikinu.
eins og ég sagði þá peningaorkan mjög sterk hérna. Ég sé ekki beint sambönd hérna við aðra manneskjur. Þetta fjallar meira bara þig sjálft, kæra ljón. En þegar að þessum ákvarðanatökum öllum lokið og þegar að ferðalögunum lokið, þá sýnist mér eins og þú leggist svolítið undir feld og skoðir þinn gang og þá verður þú kannski tilbúið til að snúa þér að öðrum verkefnum. En þetta svona það sem á hugðin alla núna. Það eru þessar ferðalaga pælingar og svo eitthvað fjárhagslegt sem að þú þarft að skoða mjög vel. Og það er eins og sért að byggja enn traustari grunn undir það sem að þú hefur. Ok. Þá ætla ég að taka hérna. Já, ok. Það sem ég var að tala áðan. Þegar að þessu lokið, þá ertu tilbúin að snúa þér að öðrum málum. Gæti það ef til vill verið ástin. Því hér færðu þetta fallega spil, opnaðu hjartað þitt fyrir ástinni. Leyfðu þér að vera opinn og viðkvæmur eða viðkvæmt, af því að nú ég að tala við ljón. Leyfðu þér að fyrirgefa og biðja aðra fyrirgefningar. Leyfðu þér að taka virkan þátt í því sem að fólkið þitt, fjölskyldan þín, samfélagið þitt að gera. Opnaðu hjartað þitt fyrir kærleikanum, bæði náungakærleikanum, rómantískri ást, sjálfsást og því að bara vera ástfangin af lífinu. Mér gerir rosalega þetta fallegt spil fyrir þig. Kæra ljón. Svo ætlum við að láta engilinn loka þessu hérna hjá okkur. Ok, engilinn talar hérna eitthvað skonar atvinnutækifæri, business venture. Treystu og fylgdu þessum hugmyndum þínum varðandi vinnu eða business. Þetta bara staðfesting eiginlega á því sem að ég var að tala hérna áðan og þetta ferðalag getur svo sannarlega tengst líka atvinnu eða nýjum atvinnutækifærum. Ef til vill ertu að semja upp á nýtt eða fara að ganga frá einhverjum lausum endum. En þetta lofa bara ljómandi góðu, kæra ljón. Mundu svo bara að opna hjartað þitt. Þegar þessi lokið, það eins og sért svolítið að bíða eftir því að skapa rými í lífinu fyrir ástina. Það eins og haldir að þetta eigi ekki samleið eða þú hafir ekki pláss fyrir þetta allt saman í einu. Kannski það þannig. En þá ætlum ég bara að segja að lokum, ef þú vilt fá persónulegan lestur bara fyrir þig, þá ekkert mál að hafa bara samband við mig í gegnum Messenger, Facebook síðuna Ljós og kærleikur. Ég óska þér alls hins besta.